við höldum áfram. Nú eru komni til okkar margar reyndir menn úr stjórnmálum. Ögmundur Jónasson og Þorsteinn Pálsson verið báðir velkomnir. Takk. Ég ætla nú ekki að vera að telja upp alla starfstitlana sem þið haft í gegnum árin. Þeir eru margir. Men stjórnmálum, það fara víða. Já. En Evrópusambandið, nú við tölum við það að sko, hann kom nú mikið til talsetna hjá okkur áðan, þessir tollar sem sett á okkur og íslenski stjórnmálamenn kannski sumir hverjir voru mjög fljótur á sér, voru með miklar yfirlýsingar og stór orð, voru þau óþörf? Já, hvort okkar að spyrja fyrst? Já, bara fyrir stafrósuna, þú nú fyrstur í stafrónu. Já, aldrei svo. Það ekki oft. Já, nei, ég held að þau hafi ekki verið óþörf, en mér finnst menn hafa svolítið skautað fram hjá efni þessar ákvörðunar og hún felur í sér að það að sannu settur á tollur en undantekningin svo að 75% tollfrjálst og það sem eftir það tollfrjálst ef það heldur uppi ákveðnu verði. Þannig að, og markaðurinn brást þannig við að hlutabréfin í þessu fyrirtæki hækkuðu, þannig að markaðurinn taldi að þetta myndi leiða til hærra markaðsverðs og betri afkomu fyrirtækisins. Þannig að það er nú ekki hægt að líta á þetta sem mikla árás í því ljósi. Nei. Þannig að menn hafa kannski verið að deila aðra hluti í þessu. En efnisleg niðurstaða gefur ekki tilefni til þessa mikla bakslagangs. Nei. En það er þetta með stóru orðin, sko. Ég sá það eftir formanni Sjálfstæðisflokksins að þetta væru glæpamenn. Svo fór ég að skoða hvernig það var tilkomið. Að þá hún spurð í fréttum, svo ég tæki nú upp hanskan fyrir hana sem ég nú ekki var annur að gera fyrir Sjálfstæðisflokkin sérstaklega. En þá var það þannig að hún spurð hvort að þetta séu glæpamenn eða séu glæpur og hún segir að þetta sé brot á samningnum og glæpur í þeim skilningi og þá fær hún fyrirsögnina formaður Sjálfstæðisflokksins segir að þetta séu glæpamenn sem var náttúrulega ekki. Hins vegar finnst mér þetta altså stór orð eða gagnrýni eigi rétt á sér í þessu máli. Reyndar þarf yfirvegunar við og nokkura þekkingar á málum til að átta sig á því hvað þarna raunverulega að gerast. Ég ekki alveg klára á því hvað það er. Það getur verið svo að Evrópusambandið sé að vernda eigin iðnað sem hefur verið að skreppa saman á þessu sviði einhver 10-15%. Það er alveg rétt. Þetta er ein skýring, einn möguleiki á skýring á því hvers vegna þau ákveða að brjóta EES-samningin. Þetta er brot á EES-samningnum og það í sjálfu sér á réttlætir stór orð. Nú síðan er annar möguleiki, það er að þetta sé liður í þrýstingi Evrópusambandsins á Noreg og Ísland að ganga í Evrópusambandið vegna þess að værum við þar innanborðs að þá hefði þetta ekki, þessi verndartólar ekki tekið til okkar. Nú þriðji þátturinn sem er alveg vert að íhuga í ljósi heimsviðburða og þess sem að gerast á alþjóðavettvangi einfaldlega sá að meiri hluta eign í Elkem kínverskt. Það eru Kínverjar sem eiga 53% í Elkem og við vitum alveg að það hefur komið skipun frá hergagnaiðnaðinum og fulltrúum hans í Bandaríkjunum að það eigi að skerða samskipti og viðskipti við Kína. Og þetta er eitt sem að menn hljóta að horfa til. Þegar að þetta tekið saman þá erum við að sjá þarna svona stórvelda, fantalega stórvelda tilburði af hálfu Evrópusambandsins, hvort sem það vegna brota á samningnum til verndar eigin iðnaði, til þess að reyna að þröngu okkur inn í Evrópusambandið eða að hlýða skipunum viðskiptahömlur á Kína. Og þetta er bara efni sem að krefst mikillar umræðu og það er alveg réttmætt að reyna að horfa þar niður í kjölinn. Mér sýnist nú augljóst að ástæðan fyrir því að Evrópusambandið
fer á stað með þessar aðgerðir auðvitað svo að Bandaríkin hafa horfið frá fríverslunarstefnu og tekið upp ofurtolla og eru í viðskiptastríði við allan heiminn. Það hefur meðal annars leitt til þess að afurðir af þessu tagi hafa flætt inn á Evrópumarkað og stuðlað að lægra verði og Evrópusambandið telur sig þurfa að standa með sínum iðnaði og sínu fólki og það er auðvitað skiljanlegt. Þetta að okkur snýr þetta hins vegar þetta brot á samningnum. Þeir beita ákvæði sem við vildum fá inn í samningin og þetta ákvæði felur í sér að það sé heimilt að gera undanþágur frá meginreglunni og undanþágur frá anda samningsins. Það var okkar kröfu og hvernig eigum við að bregðast við þegar að gagnaðilinn beitir þessu ákvæði sem við vildum fá. Eigum við að heimta ákvæðið út og segja nú viljum við þetta ekki lengur? Nei, ég held að það sem er ólíklegt að við myndum vilja það og þá er spurningin hvað annað. Ég held að það sem skipti raunverulega máli í þessari stöðu, það er fyrst og fremst að slá skjaldborg þennan samning og framkvæmd hans. Ég geri bara fastlega ráð fyrir því að það sé samstaða að viðhalda þessu ákvæði. Það getur alltaf komið upp ágreiningur þegar ákvæðum að þessu tagi er beitt. Hvort að það sé of víð túlkun eða of þröng túlkun. Og sjálfur svona hallast ég að því að þetta hafi verið svona víð túlkun en það er ekkit alveg einhlítt að sér lagfræðingar bæði innlenda og erlenda sem svona geta komist alveg að gagnstæðri niðurstöðu það. En þetta snýst bara þetta skilgreiningaratriði. En hagsmunir okkar eru ekki að fara í stríð við Evrópusambandsþjóðirnar. Þar eru mikilvægustu viðskiptahagsmunir okkar og við eigum þvert á móti að reyna að treysta okkar stöðu, ekki síst á þessum tímum sem við búum við í dag, þar sem það breytt stefna Bandaríkjanna ógnar bara okkar hagsmunum á mjög marga vegu og þá eigum við að treysta meira á samstarfi þjóðir sem fylgja í grundvallaratriðum sömu stefnu og við. Við gerum það náttúrulega ekki með bundið fyrir augun eða svona í hlýðni við einhver tiltekið vald. Það er alveg rétt sem þú segir Þorsteinn. Ég sé ekki að það hefur neitt talað fyrir því að gera það í hlýðni. Jú, það er nú þannig að menn hafa skipt svolítið í fylkingar hérna. Já, en hver hefur talað einhverja hlýðni við vald? Að hlýta Evrópusambandsreglunum. Fjórfrelsin. Menn hafa vilja ganga mjög, já, en það hefur verið ágreiningur það hvar þessi landamæri liggi, hvar við höfum heimil til að fara okkar leið og hvar ekki, eins og til dæmis varðandi landakaup erlendra manna innan EES-svæðisins, ég þekki það nú vel, setti fram lagafrumvarp það efni. Sigurður Ingi Jóhannsson, hann brást ágætlega við þessu, formaður Framsóknarflokksins, hann sagði ef að þetta á að vera túlkunin á EES-samningnum, að við eigum að hafa þetta svigrúm til verndar okkar markaði, þá ættum við að taka það, huga því hvort við tökum það upp gagnvart okkar landbúnaði til dæmis. Staðreyndin hefur hins vegar verið svo að þegar að við höfum viljað horfa til íslenskra sérhagsmuna, til dæmis varðandi innflutning á hráu kjöti, svo dæmis er tekið, undanþágur frá þjónustutilskipuninni á sínum tíma innan velferðarkerfisins, þá hefur mætt okkur stálhnefi og menn hér hafa skipst í fylkingar eindregnustu fylgismenn Evrópusambandsins annars vegar og efasemdamenn hins vegar túlkun á samningnum. Ströngustu fylgismenn, þeir hafa viljað fylgja Brusselvaldinu í hlýðni og það er að birtast okkur núna í þeirri furðulegu ákvörðun ríkisstjórnarinnar að reyna að keyra bókun 35 í gegn. Því að þar einmitt tekin af allur vafi
hver skuli ráða. Evrópusambandið segir þið komið til með að ráða en ef þið farið ykkar leið og viljið halda í það að dæma álitamálin, hvar landamærin liggja milli dómakerfis Evrópu og ykkar, að þá munum við lögsækja ykkur. Og þá segja menn, við skulum bara hlýða Evrópusambandinu og samþykkja bókunni 35. Þetta kalla ég að fylgja Evrópusambandinu í hlýðni, undirgefni og hlýðni. Já, og alveg eins og þetta Þorsteinn, þú eru líka að horfa til þess. Þú ekki tilbúin að horfa til þess að þarna sé stórveldi í burðarliðnum, Evrópusambandið, að fara að vilja Bandaríkjanna og bandaríska hergagnaiðnaðarins bann á viðskipti við Kína, að draga þar úr viðskiptum, að kunni að vera það, að kunna að vera sá ásetningur að reyna að þröngva Íslendingum og norðmönnum inn í Evrópusambandi, svona stórvelda. Ég var nú að segja alveg eins og Ögmundur að mér finnst ekki mjög málefnilegt að segja kynni ekki að vera að það væri eitthvað gruggugt á bakvið þetta og hitt. Hvað er ómálefnilegt við það? Já, vegna þess að það eru engin rök á bakvið það. Hvorugur veit þetta, þú eða ég, en við erum að tefla fram álitamála. Já, ég ætla bara að segja það. Ég ætla bara að segja það að þarna erum við í bandalagi við þjóðir að okkar ósk það er ákvæði í þessum samkomulagi undanþágu að okkar ósk og þeir sem rís upp á afturlappina núna, enginn þeirra biður að þetta ákvæði verði tekið út. Allir vilja halda því. Síðan vitnar þú í þessa tillögu sem hefur verið flutt á Alþingi að setja toll á landbúnaðarafurðir. Í fyrsta lagi skulum við hafa það í huga. Þetta er svona hugsunin á bakvið þetta. Þeir fóru stríð við okkur og við kýlum á móti. Þá megum við ekki gleyma því þegar tillaga kom fram einu? Já, ég meina tillagan er á að vera að kýla á móti. En þá voru þau nú fyrsta lagi að hafa í huga að það er mjög ólíklegt að ég er að vísa í ákvörðun ríkisstjórnar, Samfylkingar og Vinstri grænna innflutninga á kjöt. Bíddu rólegur. Ég er bara að vísa í það sem þú sagðir tillögu Framsóknarflokksins að leggja toll á landbúnaðarvörur sem eitthvað svona kjafsögn á móti. Hann er nú ekki viðstættur hérna, þú ert að vitna í hans orð og ég sem tók upp hans orð þar sem hann sagði ef menn vilja hafa þennan hátt á. Ögmundur, má ég ekki? Jú, þú ert að vitna í orðmanns sem að voru höfð eftir mér. Hann sagði þetta á þingi. Hann sagði þetta á þingi. Hann sagði ef að menn vilja hafa þennan hátt á, ef menn vilja gera það. Þá ætla ég bara að minna á það. Landbúnaðarafurðir og sjávarafurðir eru fyrir utan innri markað Evrópusambandsins og tollfrelsi sjávarafurða sem ekki algjört inn á þennan markað og hefur farið hlutfallslega minnkandi síðan samningurinn var gerður. Og mjög lítið tollfrelsi á innflutningi á landbúnaðarafurðum, það eru sérstakir samningar sem það gilda. Þetta er fyrir utan innri markaðinn og ef við ætlum að fara að brjóta það samkomulag sem við höfum gert núna mjög takmarka tollfrelsi á erlendum landbúnaðarafurðum, þá viðbúið að Evrópusambandið svarið því með því að setja sambærilega tolla á fisk og eitthvað vit í því fyrir Ísland að fara í eitthvað tollaslag af þessu tagi. Satt best að segja eru allir okkar hagsmunir í því fólgnir að reyna að tryggja það að það séu sem minnstir tollar því að við flytjum hlutfallslega meira út af okkar framleiðslu en flestar aðrar þjóðir. Og það er þess vegna sem ný stefna Bandaríkjanna gengur gegn íslenskum þjóðarhagsmunum. Og þess vegna þurfum við að huga meir að dýpra samstarfi
við þær þjóðir sem fylgja fríverslu. Af því að það eru bara lífshagsmunir okkar og fólksins á ekki síst fólksins á landsbyggðinni. Bara svo að sanngirni sé gætt gagnvart Sigurð Inga sem að ég var að vitni í, þá sagði hann að vilji mann fara út á þessa braut, að þá opnast þessi möguleika. Hann hefur farið út á þessa braut og flutt þessa tillögu sem ég tel. Ein ástæða fyrir því að þetta var svolítið hiti í umræðinni þegar fréttirnar bárust klukkan 11 var ekki á þriðjudaginn, að það í stjórnarsáttmálunum samþykkt að það verði efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort að ég hefja aftur aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Þarna svona fyrstu klukkutímana þá heyrði maður það sjónarmið að þetta væri nú endanlega sönnun fyrir því að í þessum breytta heimi sem þið báðir eru að lýsa, það sem að rísa tollamúrar í kringum stórveldi og viðskiptablokkir, að þá sýnir þetta mál það að það eiginlega ekki lífvænlegt fyrir Íslendinga að standa fyrir utan og þar af leiðandi ættu við að renna okkur inn. Maður tók eftir í svona hitanum að þetta sjónarmið svona heyrðist ekki mikið á eftir vegna þess að sömuleyti var þetta óvinsælt svona að Evrópusambandi væri að svona hálflöðrung okkur, maður heyrði þetta líka maður sér viðbröðin í Noregi að það stuðningu við aðild dregst saman og andstaðan vex sem viðbröð við þessu. En hvað segið þið það? Er hægt að draga þann lærdóm að þessu máli að þetta sé vísbending það að í breyttum heimi sem að getur orðið bara versnað, það er ekki endilega vístan skáni, að þá eiginlega vonlaust fyrir Íslendinga að standa utan blokka og við verðum þá að bara druslast inn í Evrópusambandi hvort sem við viljum það ekki. Frá mínum bæjardyrum séð er þetta mál kannski ekki nógu stórt til þess að vera eitthvað afgerandi atriði það. En á undanförnum árum og rúmlega áratug hafa verið að gerast breytingar á alþjóðasviðinu sem hafa með margvíslegum hætti ýtt undir það að við gengjum inn í Evrópusambandið. Þar koma til viðskiptalegir hagsmunir að tryggja okkur betur inn á þessu stærsta fríverslunarsvæði í heimi, en það koma líka almennir bara pólitískir hagsmunir að standa með þeim þjóðum sem enn verja lýðræði og mannréttindi og í þriðja lagi að standa með þessum þjóðum sem verja þessi grunngildi sem íslenskt samfélag er byggt á í varnar og öryggisskyni. Og þar kemur bæði til aðildina að Atlantshafsbandalaginu en líka vaxandi varnarsamstarf norrænna þjóða og Evrópusambandsþjóða og annarra Evrópuþjóða eins og Bretland sem er í sérstöku samstarfi við Evrópusambandið á þessu sviði. Við frá mínu bæjardyrum þurfum við bara að vera fullir þáttakendur í þessu, þannig að ég segi bara þetta mál eitt og sér er ekki svo stórt að það velti þessari spurningu. Eins og við bara vorum að rifja upp áðan, það er líklegt að verðmæti fyrirtækisins hafi aukist við þessi aðgerð, hún hafi beinlínis stuðlað að bara betri útkomu fyrir fyrirtæki sem ég hlut á. Þannig að það er ekki hægt að líta það sem mikla árás. En svona almennt sýnist mér að öll þróunin gangi þá átt að það sé lítil skynsemi í öðru en að ganga þarna inn. Þetta er músikið þínu meirum. Hver útkomar úr þessu máli verður í krónum talið, veit ég ekki. En svona þegar hort er á prinsip og vinnubrögð að þá er þetta stórt mál. Og ekkert að undra að þetta fari illa í Norðmenn og ekkert að fara illa í Íslendinga. Ég held að þetta eigi ekki verða til þess að þeim finnist fýsilegra að ganga inn í Evrópusambandið. Það er ekki vegna þess að ég hafi svo óskaplega mikla ást á kapítalismanum að ég segi það sem ég ætla að segja nú.
En ég held að kapítalismin og hinn frjálsi markaður, eða markaðurinn skulum við segja, og markaðshagsmunir, hafi yfirleitt sinn gang á endanum, alveg óháð samningum og bandalögum og svo framvegis á endanum. Vegna þess að menn vilja kaupa okkar vörur, fisk, sjá íslenska náttúru, koma til landsins. IKEA vill selja sínar vörur á Íslandi og mun þrýsta á það að það veri gert. Og á endanum þá munu þessi öfl hafa sitt í gegn, ég alveg sannfærður um. Það getur gerst í gegnum svona stór markaðssvæði eins og Evrópusambandið, gerst líka með tvíhliða samningum eins og Evrópusambandið hefur gert við fjölmörg önnur ríki. Sjálfstæðisflokkurinn var á sínum tíma fylgjandi því að fara þessa tvíhliða leið áður við gengum til samninga hið evrópska efnahagssvæði, allavega margir þar innan dyra. Mér finnst þessar miklu blokkamyndanir í heiminum núna vera óhugnalegar. Blokkirnar, bæði Evrópusambandið, Bandaríkin að ganga gegn öllum prinsipum Sameinuðu þjóðanna, ganga framhjá Sameinuðu þjóðunum og þegar talað gildi vestrænna þjóða og þeir sem standi saman að verja mannréttindin og frelsið. Ég bara að horfa til þess sem að gerast á Gaza til dæmis. Ég að horfa til þess sem að gerast innan veggja evrópskra ríkja, hvernig farið með fólk í vaxandi mæli. Ég þekki mjög vel til þessa. Fólk sem að lenda í fangelsum í Bretlandi til dæmis, það eru Kúrdar, stuðningsmenn Palestínumanna, þeirra frelsi heft, Þýskalandi líka. Það átti að vera ráðstefna sem að ég ætlaði að sækja í Hamborg á sín tíma, þarna háskólanum í Hamborg. Það voru Kúrdar, þeir þóttu á vinstrisinnar, það var lokað skellt á þá, það var þýska lögreglan sem fyrirskipaði það. Heimurinn allur að verða svolítið varhugaverður og ég las í morgun hrollvekju hvert Íslendingar að halda undir forystu samflokksmanns þíns, Þorgerðar Katrínar, utanríkisráðherra. Hún búin að leggja fram þingsályktunartillögu í varnar- og öryggismálum Íslands. Og hrollvekjan sú að þarna dregin upp mynd og okkur þrýst inn á einhverja braut sem mér finnst ekki verið í anda frelsis og víðsýni. Ég vil að við svona förum að endurmeta okkar stöðu, ekki í ljósi stórvelda hagsmuna Bandaríkjanna eða Evrópusambandsins. Hingað mætir yfirmaður þýska hersins daginn. Hann mætir í fullum herklæðum. Þjóðverjar eru konum með her upp að Eystrasalti, í Eystrasaltsríkjana, í Eystrasaltsríkin. Sko, hvert eru við eiginlega að stefna? Þegar að við vorum ungir menn við Þorsteinn, þá vorum við ekki á sömu línu í pólitík, alls ekki. Varst þú ekki í Imriðarhópnum og ég var einhvers staðar á allt önnur stað. En meiri hluti fólks var að fylgja sínum fríðarstefnu. Það vildi niður burt með vopnin, burt með vígvæðinguna. Núna verið að örfa þetta alls saman og ríkisstjórn Íslands, hún eins og versta klappstýra í þessu liði hergagna iðnaðarins sem núna búin að fá Evrópusambandið, Evrópusambandsríkin í NATO sem að þú mærir Þorsteinn sem einhverja voðalega kyndilbera frelsisins til að verja 5% af þjóðarframleiðslu til vígbúnaðarmála. Þau ætla að skræla innan velferðarkerfin til þess að geta keypt vopn. Og þegar að við erum að tala fyrir eða hneykslast yfir því sem að gerast í bandarískum skólum þar sem að nemendur að skjóta hver annan og kennarana, þá segjum við burt með vopnin, takið byssurnar af fólkinu. Eigum við ekki að gera það bara á heimsvísu? Er ekki komið mál að fara að tala á annan veg og þannig að punkturinn sem ég vildi segja fyrst og fremst þetta. Það má skoða, það sjálfsögðu á að gera það, Ísland og NATO og herinn burt og burt með þessa vígvæðingu. En það svo ég komið aftur að þessum upphafspunkti, þetta mál í krónum og aurum talið veit ég ekki hvernig verður. Þetta skiptir máli fyrir þá sem að missa vinnuna hérna. Á Íslandi ef að það gerist að fólk missi vinnuna sem að menn að hafa áhyggjur af því ef að það gerist þá það slæmur hlutur
En prinsipin og vinnu aðferðirna, þjörsnagangurinn, brot á samningum, þetta brot á samningum, annarkvort það að vísvitandi, eða það sé eitthvað annarlegt þarna bak við annað, sem eru Kína meiri hlutin í Elkem, það bara staðreynd. Þetta eru rétt innan við helmingur af innflutningi í Evrópusambandið frá Norðmönnum og Íslendingum, 43% eignarhald Norðmanna og 4% okkar og það eru Kínverjarnir í meirihluta. Ég veit ekki hvort það það. En ég held að allt þetta eigi eftir að fara illa í fólk og fólk fer að skoða núna þessa stórveldis takta í Evrópusambandinu og við eigum ekki að vera þar innandyra, alls ekki. Já, þetta var nú svona löngræða. Já. Það séu við nokkuð? Nei. En hún byrjaði á því að þú sagðir að kapitalismin, hann muni bara hafa sitt fram og flæða fram eftir sínum. Ég held nefnilega að það hafi verið mjög mikilvægur punktur í það. Var það besti hlutin? Já, mér fannst það nefnilega ágætur punktur af því að þessi spurning sem við erum að tala sko á Íslandi að fara inn í Evrópusambandið eða ekki. Við erum alltaf meira að tala það heldur en varnarmálin, en þetta tengist þó allt. Þetta nefnilega spurning um lífsviðhorf og ég held að það sé mjög mikilvægt að markaðurinn lúti reglum og það alveg lífspursmál fyrir litlar þjóðir að alþjóða viðskipti lúti alþjóðlega bindandi reglum og að það sitji allir við sama borð og það einmitt það sem við höfum fengið með Evrópusambandinu. Við höfum fengið tollfrjálsan aðgang að mörkuðum sem skapa aukin verðmæti en við fáum líka mjög harðar samkeppnisreglur sem hindra það að markaðurinn geti misbeitt valdi sínu. Við fáum reglur neytendavernd og hollustuhætti. Bandaríkin í dag eru að brjóta þetta alþjóðakerfi niður. Bandaríkin vilja leysa Evrópusambandið upp af því að þau vilja ekki sterkan viðsemjanda. Þau vilja geta samið við einstök ríki í Evrópu en vilja ekki sterkan viðsemjanda. Bandaríkin vilja að lögmál frumskógarins gildi í alþjóðaviðskiptum. Það þeirra markmið með þessari ofurtollastefnu og stríði gegn allri heimsbyggðinni. Það þeirra markmið, við erum stærstir, við eigum að ráða leikreglunum og ég sé ekki aðra vörn í heiminum í dag gegn þessari þróun en Evrópusambandið. Og það ekki bara að Bandaríkin gangi gegn lífshagsmunum Íslands þegar þau eru að brjóta niður alþjóðlega reglur um fríverslun. Þau eru til að mynda að brjóta niður alþjóðlegt samstarf umhverfisvernd og loftslagsvá. Og það eru fá mál sem geta haft meiri áhrif á okkar afkomu til lengri framtíðar. En einmitt þessi, bara fiskistofnarnir, ef hér verða verulega breytingar á hitastigi sjávar, þá geta fiskistofnarnir farið út og bara svift Ísland og landsbyggðina gífurlegum tekjum. Bandaríkin eru markvisst að ganga gegn þessum lífshagsmunum Íslands. Við eigum bandamenn í Evrópu til þess að verja þetta á alþjóðavettvangi. Við gerum það ekki einn. En við eigum þarna bandamenn og ég bara segi það aldrei verið brýnna að við leitum samstöðu með þeim sem fylgja ekki bara sömu gildum heldur sömu lífsstefnu varðandi lífshagsmuni þjóðarinnar. Lífsstefnu og lífshagsmuni þjóðarinnar Evrópusambandið og Evrópuríkin hlýða á endanum Bandaríkjunum í einu og öllu, það höfum við séð. Það ágreiningur það hvort við að ljúka Úkraínustríðinu eða ekki. Evrópa vill halda áfram
Bandaríkin á annarri Bandaríkin fylgja bara Rússlandi í þeim efnum. Báðir aðilar hins vegar hafa greitt götu fjármagnsins til að eignast, fara sölsa undir sig og sölsa undir sig eignir Úkraínumanna, almennings í Úkraínu, við vitum það með eignarhald á landi og aðra, og þegar maður sér síðan menn tala svona opinskátt eins og Trump gerir, hann er að segja hluti sem hinir að gera, allt þetta lið sem að Þorsteinn segir við deilum gildum með, þetta eru fjármagnsöflin í Evrópu. Þetta mikla réttlæti sem að Evrópusambandið að skapa, ég með miklar efasemdir það sem allir sitja við sama borð. Stundum vill maður ekki allir sitja við sama borð. Stundum vill maður að samfélagslegir þættir og samfélagsþjónusta að hún standi utan þessa markaðstorgs. En það sem Evrópusambandið hefur að gera og við höfum orðið fórnarlamb í gegnum EES-samningin í gegnum árin. Það er tekið samfélagið í skref eftir skref, brotið niður í litlar markaðseiningar. Það sem áður var á vegum hins opinbera, raforkan til dæmis, hún er brotið niður, þetta er gert í áföngum, orkupakkarnir, tilskipunni frá 96, 2003 og svo þriðji orkupakkin og fjórið á leiðinni. Þetta er allt tekið niður og brotið niður. Það má ég spyrja þig. Telur þú að okkur væri betur borgið hefðu aldrei samþykkt samningin og stæðum utan við? Það er bara ekki nokkur einasti vafa á því í mínum huga. Að þá hefðu okkur ekki verið þröngvað til að fara þessa braut, til dæmis með orkuiðnaðinn okkar. Sko, þegar menn að mæra þennan samningu upp úr öllu, þá eru þeir að gera það á sömu forsendum og Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra í krafti þess flokks segir og er alveg trúr sínum hugsjónum með þann dag í dag. Þeir vilja markaðsetja þjóðfélagið og telja okkur verið betur borgið því lengra sem við förum út á þá braut. Ég er með hins vegar efasemdir að svo sé og get ekki fjölmörg dæmi þess að við varum betur sett með samfélagslega þjónustu. Þegar ég reyndi sem ráðherra að taka kynnisferðir sem eru einokona fyrirtæki hérna sem að flytja farþega frá Keflavík til Reykjavíkur og keyra það undir samgöngukerfi Suðurnesja. Þá er það kært til ESA, það er kært til Evrópusambandsins og þessa athuga hvort að þetta standist heilagaritningu markaðarins og það er náttúrulega kemur svarað vörmurspori, nei, þetta er bannað. Þið með ekki gera þetta. Þegar við fórum út í sjóflutningana, þá er sama upp á teininum og stundum er það svoleiðis Þorsteinn að mínum mati að samfélagsleg viðhorf eiga að vega þyngra heldur en markaðshyggjan og hagsmunir gróða aflana. Það er bara svoleiðis sem á að vera. Það er bara það sem ég er að segja Ögmundur, er nákvæmlega þetta að þegar að þessar ákvarðanir þínar voru kærðar til ESA, þá var það spurning hvernig ætti að framfylgja reglum sem við höfðum óskað eftir að vera aðilar að. Íslenska þjóðin hafði bara óskað eftir því með lögmætum ákvörðunum. Það var okkur að neita þeim að fá þjóðaratkvæðagreiðslu. Þið þorðuðu ekki að láta málið fara í þjóðaratkvæðagreiðslu. Með lögmætum aðgerðum og það sem ég er að segja, ef við eigum að standa einir og sér Íslendingar í þessu ólgusjó alþjóða stjórnmála sem er í dag, þá verðum við að hlíta reglum og boðum og bönnum þess sterkasta. Og það er bara, þá er það bara lögmál frumskógarins. Ísland mun ekki stjórna því eftir hvaða reglum er farið. Almenningur í heiminum mun gera það sem við erum að gera ef við sækjum inn í Evrópusambandið, það er að fá skjól til þess að sameiginlegar leikreglur gildi og við megum ekki gleyma því að Evrópusambandið er ekki bara samstarf markaðsmál, það er samstarf félagslegt öryggi, neytendavernd, það er einhver svona
Ég hef nú stundum sagt að það stærsta kaupfélag í Evrópu. Þetta samvinnustefna, þetta miðjupólitík og þess vegna hafa flokkar lengst til vinstri. Nú geristu gamansaman. Nei, ég er nefnilega ekki að gera gamansaman, sko. Flokkar lengst til vinstri og lengst til hægri eru mest á móti Evrópusambandinu og af hverju skildi það vera? Það af því að markaðsöflin fá ekki að leika lausum hala og það annars vegar og það vegna þess að það samstarf félagslegt öryggi og neytendavernd. Þess vegna eru flokkarnir lengst til hægri og vinstri á móti og þetta svona samstarf á miðju og jafnvægi milli þessara höfuð þátta í pólitík flestra landa. Jafnvægi í Evrópusambandinu. Þetta sannarlega sko samvinnu hugsun. Ég má spyrja út frá jafnvæginu í Evrópusambandinu og þú hefur lagt mikið áherslu á svona gildi og svona og það ekki þannig að Evrópa hafi einn hug, það langt í frá og það eru deilur inn í öllum löndum og þú varst að tala svona stefnubreytingu Bandaríkjanna og hvernig þau beita sér og þau beita sér meðal annars í bara pólitík inn í Evrópu að þau styðja tiltekna flokka sem eru þarna íst til hægri í þínu mælikvarða og það ekkert séð hverju verða svona örlög pólitíkurinnar í Evrópu og rússar gera styðja sá flokka líka nákvæmlega sömu flokkana þeir eru pólitískir bandamenn rússar og bandaríkjamenn mætast þar algjörlega og við getum bara fundið þessa flokka í Evrópu sem að bæði Trump og Putin eru elskir að við erum líka að horfa sem að Ögmundur benti á að það samþykkt að verja 5% landsframleiðslu í varnir og hernað það að vísu samþykkt innan NATO en það stærsti hluti Evrópusambandsins gengist undir það nema kannski Spánverjarnir með eitthvað fílusvip þetta mun leiða til mikilla breytinga í Evrópu þetta mun veikja Evrópu í því að viðhalda svona grunnkerfum samfélagsins, félagslegu kerfunum og öðru slíku, þetta mikið álag það ekki efnaðslegur uppgangur í Evrópu þannig að Evrópa sem verður kannski til á næstu 10-15 árum kannski mjög ólík þeirri Evrópu sem var síðastlum 10-15 árum óttast ekkert það að þróunin í Evrópu fjarlægist það sem að þú vilt elda sem góð gildi að Evrópa sé bara þveröfur í leið Nei, ég sammálaður í því að ég held að Evrópa eins og bara allur heimurum muni breytast á næstu 10-15 árum en varðandi þetta þá hefur tvennt gerst annars vegar innrás Rússa í Úkraínu sem bara bein ögrun við eitt af fullvalda ríkjum álfunnar og hins vegar svo afstaða Bandaríkjanna að vilja ekki lengur borga varnarkosta Evrópulandana. Í raun ekki verið að tala að draga úr. Ekki að auka varnir. Meira það má ég að draga þar ályktun að Bandaríkjamenn ætla ekki að verja önnur lönd í NATO nema að fá borga fyrir það. Já, það er alveg, það er svona blasir við sko. Það sem ég ætlaði bara að segja það, ég held að það sé ekki verið að auka hervarnir Evrópu. Það hefur verið að flytja þann kostnað af hervörnum Evrópu sem Bandaríkin hafa borið yfir á þjóðirnar sjálfar og það mun taka talsverðan tíma og því miður, ég vildi mjög gjarnan sjá meiri afvopnun og minni þörf fyrir vopn og ég held að það myndi allir kjósa en svo ógn sem Evrópu stafar af innrás Rússa í Úkraínu og þessi ákvörðun Bandaríkjanna að draga sig tilbaka kallar á það að varnir Evrópu séu betur tryggðar. Ég held að Evrópa muni ráða við það án þess að skerða velferðarkerfið og það er stórt og mikið verkefni sem þarf að takast á við en ég held að kjósendur í Evrópu munu líka veita ríkisstjórnum aðhaldi þessu efni þannig að þetta mun ekki ganga hraðar en svo að við munum verja okkar velferðarkerfi en
En það líka fróðlegt að bera þetta saman vegna þess að menn eru stundum að segja að hefur verið meiri og hraðari hagvöxtur en í Bandaríkjunum í Evrópu, sem að sömuleyti er rétt en kjarni málsins sá að almenn velsæld fólks í Evrópu miklu meira en í Bandaríkjunum. Millistéttin í Bandaríkjunum hefur setið algjörlega eftir en vegna samvinnu hugsjónar og vegna þessara blönduðu stefnu markaðskerfis og velferðarkerfis hefur millistéttin í Evrópu, henni hefur vaxið ásmegin, og ég hugsa að enginn sem talar fyrir millistéttin í Evrópu vildi skipta á þeim aðstæðum sem millistéttin í Ameríku hefur, af því að þar hefur ójafnvægið og mismununin aukist og þetta einn af eða svona sá stóri árangur sem samstarf Evrópu þjóðana hefur skilað og ég held að Evrópa muni takast á við þetta verkefni sem þú segir og geta haldið þessu jafnvægi á milli frjálsmarkaðar og velferðarkerfis. Þú ert ekki bjartsýnn að þróa Evrópu? Ég skal trúa ykkur fyrir einu. Mér fannst þetta ekki sérstaklega góð ræða. Ég átti ekki vona því. En það sem að ég vildi segja þetta, sko fyrst upplegið, það eru harðlínu hægri og hægrlínu vinstri sem að Putin og Trump eru hrifin af og síðan sé það hinn hófsama miðja, yfirvegaða miðja sem að Þorsteinn Pálsson og Þorgerður Katrín og þau öllur inn á. Ég væntanlega á einhverjum kanti þarna. Mér finnst ég ekki vera neitt öfgamaður að vilja verja velferðarkerfin, vilja stuðulega að friði og svo framvegis. Og þegar ég horfi til þessara miðju, Mette Frederiksen í Danmörku, Kaja Kallas, talsmaður Evrópusambandsins í utanríkismálum, Starmer í Bretlandi, Macron, þessar þjóðir sem hafa verið að senda vopn til manndrápa á Gaza-svæðinu, Stoltenberg fyrir núna ráðherra í Noregi, framkvæmdastjóri NATO sem hélt ræðu hjá Heritage Foundation byrjun árs 2023 og sagði þetta væri Evrópa góðu business fyrir ykkur hér í vopnaiðnaðinum. Sko mér finnst þetta ekki vera einn hófsöm öfl, alls ekki. Og ég skal segja ykkur það að ég var ekki alls fyrir löngu á ráðstöfnu í Brussel, þar sem sama voru komnir ýmsir aðilar að ræða framtíð Kúrda og möguleika á að koma á friði þar því að þeir hafa núna farið út á þá braut að vilja leggja niður vopn, rétt út höndina og segja við skulum reyna semja frið, leysa mál án vopna og vígbúnaðar. Á þessum fundi hafðu staðið upp fulltrúar frá Norðurlöndunum og Evrópusambandinu og hvatt til aukinnar vígvæðingar. Kúrdarnir stóðu allir upp, eða margir hverjir, það voru sérstaklega konur sem að þarna tóku til máls og sögðu, heyrðu, ekki komið nóg að þessu tali? Og þegar að núna dæmið sett þannig út að við séum að verjast Rússum og það sé leiðin að fjölga vopnum eins nærriðum og mögulegt og Úkraínumenn að ráða því að þeir vilja verið í NATO og komið vígbúnaði þar. þá enginn að ráða þessu sjálfur. Ef við vildum setja upp sjálfstætt, ef við vildum setja upp kjarnorkuvopn hér, það kemur öllum við. Og þannig hugsuðu menn þegar að í lok kalda stríðsins, þegar að Sovétríkin má fullvalda þjóð ekki ákveða í hvaða samtökum hún er? Vegna þess að þegar að Rússarnir vildu setja upp kjarnorkuflaugar á Kúbu eða Þjóðverjarnir, nasistarnir vildu setja upp stöðvar í Mexíkó, þá fannst öllum það réttilega, það koma öllum við vegna þess að friðurinn í heimi, vígvætum heimi með kjarnorkuvopn, hann kemur okkur öllum við. Úkraína hafði bara óvart afsalað sér kjarnorkuvopnum til Rússa. Nú komið að mér að byrja staðins yfir þér, að grípa fram eins og ég gerði það á gagnvart þér, fyrir ekki það. Það sem ég vildi segja það, að þetta er svo einföld og einfölduð sögurskoðun. Þegar að talaður sem sagt innrás Rússa 2022, ekki satt? Byrjaði nú miklu fyrir. Akkurat, en hið staðlaða
staðlaða orðalag The Unprovoked Russian Invasion, Unprovoked, sem byrjaði þarna. Þetta byrjaði náttúrulega miklu fyrir. Þetta byrjaði með byltingunni þegar stjórnin var sett af í Maiden, byltingunni, stjórnarbyltingunni, og svo náttúrulega í Donbass löngu áður. Og fyrir þann tíma þá sammæltust austur og vestur það að færa vopnin hvert frá öðru. Það var hugsunin. Að NATO kæmi ekki nær Rússlandi, en það var það. Not an inch towards Russia, sagði Baker, utanríkisráðherra Bandaríkjanna þá. Svona töluðu menn þá. Kissinger, Gorbatsov, allt þetta fólk. Og það var allt annar andi þarna uppi. Sem sagt að draga úr vígbúnaði. Hergagnaðurinn var óskaplega óanægður með þetta. Og hann náði síðan undir tökunum að nýju og með þetta lið allt eins og dúkkur og stýrir þeim öllum inn í vígbúnaðar kapphlaup. Og ég að segja, þegar þú segir Þorsteinn að við ekki annar að kosta völ eða bestu kostu fyrir okkur að halla okkur upp að einhverjum herraveldum stórum, ég segi nei. Ég segi bara heimsbyggðin þarf og almenningur þarf að halla sér, hver maður hallir sér upp að hinum, almenningur, og reynum að taka völdin af þessum brjálaðingum sem að stýra okkur inn í þessa ógæfu og inn í þessi öngstræti. Og núna þegar við stöndum frammi fyrir því að Evrópusambandið ætlar að fara að skræla velferðarkerfin til þess að geta keypt meiri vopn af hergagnaframleiðendum, þá segi ég, heyrðu, nú bara komið að því að við hefjum friðarhreyfinguna nýju til vegs. Förum að hugsa á annan veg og ég hvet alla landsmenn til að fletta upp í þingtíðindum og lesa þingmál Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra stefnu í varnarmálum Íslands. Það er hrollvekja. Ég bara tek alveg innilega undir það. Að Íslendingar eigi að lesa þessa ályktun sem nú breið samstaða á bak við. Ég held að það sé bara miðflokkurinn sem er á móti. En það sem þú ert að tala hér, að Úkraína sem fullvalda ríki eigi ekki að ráða því hvort að það gengur í NATO eða ekki. Nei. Og þú varst að segja það. Ég er að segja það. En gildi það líka Ísland á alþjóðasamfélagið að ráða því hvort að við erum í NATO eða ekki, eða eigum við að ráða því sjálf? Ég hefði helst viljað. Viltu á alþjóðasamfélagið ráða því? Ég hefði viljað að við hefði fengið að kjósum það 1949. Sem að þið neitið okkur. En Þorsteinn, er það ekki þannig að Íslendingar hefði ekki fengið að ganga í Varsjárbandalagið? Má ég bara klára að svara þessu? Má ég bara klára að svara þessu? Það er að reyna að pakka mig inn. Nei, ég er ekki að reyna það. Ég er bara að reyna að skilja það sem þú segir. Að þú vilt að alþjóðasamfélagið ráði því að Úkraína gangi ekki í Evrópusambandið, í NATO eða fái það. En þú vilt að Íslendingar ráði sjálfur hvort við erum í NATO eða ekki. Þannig að það er ekki sama, þú ert ekki með sömu afstöðu þegar þú ert að tala Úkraínu og Ísland. Ég er þeirra skoðunar að fullvalda ríki bara hvað sem þau eru eiga að hafa sama samstæðu. En býttu nú við, verður nú hægur. Það sem að ég er að vísa til aðstæður. Ég er að horfa inn í veruleika heimsins sem að menn horfðu til þegar að Sovjetríkin gömlu voru að liðast í sundur og Bandaríkin, Þýskaland hafði sameinast og menn verið að horfa fram á nýja tíð. Getum við notað þetta til þess að byggja og styrkja friðinn? Ég er að horfa til þess. Og alveg eins og menn horfðu til Kúbu á sínu tíma, menn horfðu til Mexíkó á nasisti tímanum, að menn að horfa náttúrulega inn í raunveruleika og hvað það sem líklegt til að stuðla að friðsamlegri sambúð fyrir okkur öll. Og talandi Sameinuðu þjóðirnar, og ég held að það séu við sammála að þær beri að efla og styrkja, sem að Bandaríkin, sem að Evrópusambandið, því miður sem stofnun, þau eru að færa sig inn á þá braut líka, að eyðileggja okkur af undan. Stórveldin hafa reyndar gert það öllum stundum
Rússarnir, Kínverjarnir, þeir viðurkenna ekki alþjóða glæpastólinn svo dæmi sér tekið þangað til að kemur að því að dæma andstæðingar þeirra. Þorsteinn, má ég spyrja eitt af því að þetta fæst yfir í öryggismál. Að stuttu eftir innrás Rússa þá var talað að NATO hefði aldrei verið sterkara og aldrei samheldnara. Það hefur ekki verið þróunin. Þetta hefur eiginlega ýtt undir það að Bandaríkjamenn að draga sig út úr Evrópu. Heldur að verði ekki svona grundvalda breyting á NATO bara þegar orðin, það ósamstæða milli Bandaríkjanna og Evrópu og þú talar að Úkraínumenn megi gangi í NATO eða vilja, það bara ekki þannig. Bandaríkjamenn segja nei, þá gengur Úkraína ekki inn í NATO og Bandaríkjamenn hafa sagt nei, Trump hefur sagt að komur ekki til greina. Já, þarna náttúrulega tvo hluta ræða. Annars finnst mér að Úkraína rétt á því að hvort að landið sækir aðild að NATO eða ekki, en svo hefur NATO þetta sjálfstæðan rétt til þess að taka inn. Já, nú að það sé eitt ríki, tala ekki að vera Bandaríkjamenn. Það er neitunarvald þar, en þú spurðir NATO. Já. Sérðu að Evrópusambandið einhvern veginn verði burðarstólpinn í NATO í staðinn fyrir Bandaríkin? Nei, ég sé ekki fyrir mér að NATO leggist af, en ég held að það sé alveg rétt sem þú segir að það hefur breyst mikið og ríkisstjórn Bandaríkjanna, hún hefur með yfirlýsingum dregið úr trúverðurleika 5. greinar sáttmálans það að árás á eitt ríki sé árás á þau öll og það fer eftir því hvað menn bara borga hvort að hún er í gildi og menn mega heldur ekki gleyma því að önnur grein Atlantshafssáttmálans gengur út á efnahagslega samvinnu aðildarríkja Atlantshafsbandalagsins og hún hefur meðal annars byrst í EFTA og Evrópusambandinu og svo í gagnkvæmum efnahagslegum samskiptum Evrópu og Bandaríkjanna. Núna eru Bandaríkjamenn líka að ganga gegn þessu grundvallar atriði Atlantshafssáttmálans sem er efnahagsleg samvinna, þeir eru í efnahagslegu stríði. Þannig að ég held að það sé óhjákvæmilegt að NATO taki einhverjum breytingum sem að Evrópusambandið núna sagði að gera og reynda við hófum umræðin á því. En NATO hefur nú verið að biðja Evrópusambandið að taka yfir ákveðin verkefni og til að mynda þessar sem við kallum fjölþátta ógnir að beinleinis að ósk NATO hefur Evrópusambandið tekið meira yfir af því samstarfi sem við sjáum kannski ekki fyrir í dag hvernig munu þróast á næstu árum en er afskaplega mikilvægt fyrir Íslanda því ég held að okkur standi meiri ógn af þess konar árásum eða heldur en beinlínis eins og menn hugsaðu í gamla daga kemur bara herskip og fallbyssur þannig að við þurfum að hugsa fyrir þessu og þannig að Þorsteinn, má ég spyrja með því ég ætla bara rétt að klára svarunum að ég held að NATO haldi áfram en Evrópusambandið muni taka yfir ýmis konar varnartengda starfsemi og ekki síst þá sem skiptir okkur mestu máli. Það er ekki svolítið svona umhugsunarvert. Eitt af því sem að menn vilja gera er að horfa til dæmis til samstarfs í tölvumálum, interneti og svo framvegis. Og þetta voru menn að segja á sama tíma og upplýst var að þeir leruðu Angelu Merkel, kanslara Þýskalands. Þegar upplýst var að Svíar voru aðstoða Bandaríkjamenn við að njósna bandamenn sína í Brussel. Það er alveg nákvæmlega sama hvað þetta lið gerir sem að stýrir þessum hópi, sem að stýrir NATO og sem stýrir Evrópusambandinu
og þó að þið séum með eitthvað svona smá orðagjálfur öðru hvoru, þá þetta svoleiðis að þeir líða alveg eins og róa fylgir hundi. Allar svona öflugustu þjóðirnar hafa sínar leyniþjónustur auðvitað. Þeir bara klappa fyrir þessu öllu, alveg saman hvað gerist. Já, ég meina þetta bara done thing. Það bara hluti af veruleikanum í dag að menn þurfa að þetta bara veruleiki sem fólk bara sætti sig ekkert við og á ekki að sætta sig við. Og það getur skipt heilmiklu máli til þess að koma í veg fyrir að aðrir geti ógnað bæði okkar lífsafkomu og annara, og þessar fjölþótta ógnir sem beinast gegn innviðum. Við erum með sæsímastrengi sem eru við erum með tölvukerfi sem okkar innviðir ganga fyrir, og við þurfum auðvitað að gæta þessu. Við höfum ekki afl til að gera það ein og þurfum að gera það í samvinnu við aðrar þjóðir. Þarna eru þjóðir sem virða sömu lýðræðislegu gildi og við, og við eigum að kappkosta að vera í samstarfi með þeim. Má ég bakka aðeins yfir í efnahagsmálin aftur? Nú verður líklega hlýtur að fara að byrja svona alvarleg umræða, kannski var þetta svona þjófstart inngöngu í Evrópusambandið, af því að það verður þjóðaratkvæðagreiðsla líklega svona eftir svona 1,5 ár í síðasta lagi. Mann finnst svona viðhorfin, þú talar að við hefum verið betur sett ekki skrifað undir, ég veit ekki hvað þú viljir rifta EES-samningnum. Stundum finnst manni til þess málflutningum miðflokksins vera það að þeir eru raunverulega móti EES-samningnum, þeir eru móti frjálsum flutningum fólks á milli landa, en það bara einhvern veginn þannig að samningurinn hefur einhvern veginn þá stöðu að það eru bara svona hugaði menn eins og Ögmundur sem þora að andmælunum, að málflutningum miðflokksins eiginlega, þeir vilja eiginlega ganga tilbaka. Sjálfstæðisflokkurinn líklega vill staldra bara við samningin eins og hann og líklega Framsóknarflokkurinn líka. Viðreisn og Samfylkingin vilja ganga í Evrópusambandið. Hvernig sjáum ykkur fyrir þessa svona umræðu að hún verði þannig að við séum að endurskoða öll samskipti okkar, líka varnarsamning, varnarmálum við Evrópu, eða að er þetta bara svona einföld spurning, erum við betur sett inni eða úti? Sko, þetta er stór spurning. Í fyrsta lagi þá eru menn stundum að tala fullveldi Íslands. Ég horfi ekki einvörðungu á það, heldur hitt, hvort að við viljum tryggja fullveldi Brussel, fullveldi Evrópusambandsins yfir okkar málefni, það er að snúa því þannig við. Sko, varðandi EES-samningin, þá er tvennt sem hefur haft áhrif á mína afstöðu. Annars vegar hef ég gert mig grein fyrir því að ég hef verið í minnihluta, með minnihlutasjónarmið hvað þetta snertir, enn sem komið er. Ég held að þetta í allt þetta er að geta snúist, en þannig hefur það verið. Og hitt er líka annað mál að það er eitt að ganga ekki inn í samkomulag og annað að segja sig frá því. Það er stórtækari ákvörðun að fara út en að fara ekki inn, ef þið skiljið hvað er að fara. Og þannig að ég hefði kosið að við hefðum gert frekar tvíhliða samninga við Evrópusambandið og eins og önnur bara viðskiptaríki okkar og samninga á öllum sviðum. Ég meina við fórum og leituðum okkur menntunar í Evrópu og samskipti mikil og ég vil sem allra mest og ber samskipti við Evrópu. Má það skjóta einu myndur þá vilja við með Norrmönnum myndum hefja viðræður endurskoðun á EES-samningnum. Það sem hefði reynst illa við myndum geta hendi. Mér finnst það mjög góðu kostur, já. Mér finnst það góðu kostur en ég er bara að reyna að skýra hvers vegna ég hef ekki hamast á þessari kröfu sem væri mér mest að skapi sko, að fara þarna út. Ég myndi helst vilja það því að þetta er að mínu mati búið að valda gríðarlegu tjóni á okkar samfélagi og tjónið felst í því að við erum að sundra innmitt okkur sem samfélagi og gera okkur ókleift að markaðsvæðing til dæmis markaðsvæðing raforkunar sem við rákum hérna undir einum hatti
svo bara nýlegt dæmi sé tekið, að það er sko það sem hefur gerst alveg frá miðjum 10. áratugnum á alþjóðavísu, gegnum alþjóðaviðskiptastofnunina og svo gegnum Evrópusambandið, er að kröfunum markaðsvæðingu hefur beint inn í samfélögin. Áður var það á milli samfélaga, milli ríkja, tollasamningar og svo framvegis. Inn í samfélögin hefur krafan gengið og ákafast af hálfu Evrópusambandsins, og ég tel að þetta hafi skaðað okkar þjóðfélag alveg gríðarlega. En ég vil í fyrsta lagi fyrirbyggja að við göngum lengra inn, vegna þess að varðandi til dæmis mál eins og þessi brot á okkur, við varum ekki að ræða þau ef við værum innan Evrópusambandsins, það bara kemur skipunin og það vaðið yfir allt og alla. Við varum innan tollamúra, Já, og við skulum bara gleyma þá stjórnarskráni og öllu slíku, sko, bara sópa, það var í fullveldi ESB. Við skulum ræða það frekar en fullveldi Íslands, fullveldi ESB yfir okkar málefnum, þannig líti á það. Þannig að ég held að til að fyrirbyggja svona meiri skaða, að þá hljótum við að bara fólk sem að vill efla okkur sem samfélag standi gegn þessum tilraunum til að tróða okkur inn í Evrópusambandi. Ég vona okkur tækist það sameinast það. Og það er það sama hvað þú lítur á það, hvort þú lítur á það sem efnahagsmálin, krafa markaðsvæðingu eða bara þessa hryllilegu undirgefni sem við erum að sjá núna birtast eins og í varnarmála stefnu íslensku ríkisstjórnar. Þetta er hryllilegt að horfa til þess. Það nú þverpólitísk samstæða, bara eitt flokkur sem er á móti. Flokkur, ég hugsa ekki flokkur. Hugsaði ekki að segja í almenningi. En ég held að það sé rétt skilgreining hjá þér að ég skil Miðflokkinn með þessum hætti, hann vill í raun og veru slíta samningnum og hann talar gegn honum og ég held að það sé já, ég skynja það að Rúmundur á samleið með þeim í því en það breytir ekki minni skoðun að ég held að og sé engin vafi að samningurinn hefur lyft lífskjörum í landinu, en ekki bara það, hann hefur tryggt margs konar réttindi neytenda og á markaðnum. Hefðu við ekki getað gert það sjálf? Jú. Menn alltaf að tala um þetta í verkalýðshreyfingunni líka, þetta hefur verið svo mikið réttindi, það er bara rugl og vitleysa. Þetta er mjög algengt að menn segja að við getum gert þetta sjálf. Ég ætla bara að segja það. Ef við stæðum algjörlega fyrir auðvitað hann markað og ætlaðum að selja til þessara 27 ríkja sem er í Evrópusambandinu og það væri ekkit Evrópusamband, bara hvert ríki væri með sína reglur. Öll viðskipti eru svo miklu flóknari. Við myndum setja okkar eigin reglur, aðrir myndu setja sína reglur og ef við ætlum að selja þangað þá verður til Danmerkur, þá þurfum við að fara til dönsku reglum, ef við ætlum að setja til Frakklands þurfum við að framleiða eftir frönskum reglum. Það var nákvæmlega þetta sem Bretar uppkvötuðu þegar þeir gengu úr Evrópusambandinu. Þeir sögðu við ætlum að setja reglurnar, við getum sett reglurnar. Svo þegar þeir ætluðu að fara að flytja út þá urðu þeir að setja sína reglur í samræmi við reglur Evrópusambandsins. Þeim voru verulega mikil takmörk sett að gera viðskiptasamning við Bandaríkin vegna þess að þá stönguðust þessar samkeppnisreglur, heilbrigðisreglur á. Þannig að til þess að auðvelda viðskipti er svona samstarf gríðarlega mikilvægt og sérstaklega fyrir smáþjóðir og til þess að verja hagsmuni neytenda og tryggja félagslegt öryggi er samstarf af þessu tagi algjörlega bráðnauðsynlegt. Segðu verkafólkinu og þess vegna það er margs konar réttindi sem hafa komið hingað með reglum Evrópusambandsins og af því að þú varst að tala um fullveldi þá er það bara þannig að fullveldi þjóða byggir á því að aðrar þjóðir viðurkenni það.
Og þú vilt viðurkenna fullveldi Evrópusambandsins, ég vil það ekki, yfir okkar málefnum. Evrópusambandið ekki þjóð, það er bandalag þjóða sem hafa komið sér saman að setja sameiginlegar leikreglur og við deilum hluta af okkar fullveldi með þessum þjóðum til þess að tryggja okkar rétt og við styrkjum þar með fullveldi okkar með því að ná fram sameiginlegum leikreglum, tryggja að Íslendingar eiga alla Evrópu fyrir heimamarkað og að tryggja að okkar launafólk njóti sambærilegrar neytendaverndar og sambærilegs félagslegs öryggis og ég tel að það sé bara skynsamlegt að leggja nokkuð á mörkum til þess að ná þessum árangri og það styrki fullveldið. Já, þið verður aldrei sammála. Þið verður aldrei sammála. En býtu, má ég aðeins koma inn með þetta varðandi... Við þurfum samt að fara að hætta. Já, alveg. Miklu félagslegu réttindi verkafólks sem verður að skáka á milli landa á lágum launum og við afar kjör og hinn félagslegu réttindi er náttúrulega eiga húsnæði, aðkoma húsnæði, heilbrigðiskerfi, innviðum samfélag. Þetta er mikilvægustu félagslegu réttindi. Þetta fólk nýtur þeirra ekki. Það gerir það ekki. Síðan er hitt með samskipti þjóða í milli, verslun og viðskipti og samræmingu í verslun og viðskipti. Ég er ekki á móti því. Þetta var að hluta til það sem að EFTA-ríkin voru að gera á sínu tíma frá 1960 og við gengum þar inn 1970 áratug síðar og það var ýmislegt þar í þessari stöðlun sem átti sér stað. Það verður hins vegar breyting á þessu og þetta er sem sagt til að auðvelda viðskipti á milli landa, bankum og svo framvegis. Það sem breytist er krafan skipulagsbreytingar á samfélaginu í átt til markaðsvæðingar. Það er sá veruleiki sem við stöndum frammi fyrir, ekki hitt hvort það eru samræmdar einhverjar reglur tolla og viðskipti og svo framvegis. Og síðan þetta allar þjóðirnar. Og ég tala fullveldi ESB, allar þjóðirnar. Hvernig skyldu þær hafa samið, allar þessar þjóðir, einhverja mikilvægustu samninga sem hafa verið á borðum síðustu 20-30 árin á vegum alþjóða viðskiptastofnunarinnar. Hverjir skyldu hafa samið það fyrir hönd allra þjóðan í Evrópusambandinu? Það var einn aðili. Einn. Og síðan allar viðræðurnar voru leynilegar. Og enginn fekk að vita neitt. Svo voru að ljóstra þessu upp. Annað veifið, Guardian gerði það 2002 þegar að upplýstar að þau voru að bjóða að markaðsvæða vatnið, Evrópusambandið, alveg án samráðs við allar þjóðirnar. Það er þetta sem ég á við því að tala eininguna ESB, fullvalda ESB sem vil ráða einu og öllu yfir öllum þessum þjóðum. Í þessu tilviki er Evrópusambandið tollabandalag og það er styrkur Evrópusambandsins að semja sameiginlega og það er ástæðan fyrir því að Bandaríkjastjórn vill leysa Evrópusambandið upp að hún vill ekki semja við öflugt bandalag, hún vill kljúa þjóðina niður og semja við veikari þjóðir og það er einmitt þetta sem gerir það verkum að það er alveg augljóst að það er hagstæðara fyrir okkur að vera aðilar að tollabandalagi þegar að málum er svo komið að það er heimstyrjöldum tolla. Þá er betra að vera í samstarfi með þeim sem vilja frjálsviðskipti og eru tilbúin að verja þá stöðu sameiginlega með okkur. En líkur þessu þegar kemur nýr forseti í Bandaríkjunum? Því miður held ég að því ljúki ekki. Það verða örugglega talsvert miklar breytingar en maður sér að demókratar eru ekki að ráðast gegn tollastefnunni. Ég hlustaði á viðtal Trumps þegar hann bauð nýja borgarstjóran velkomin í nýja borgarstjóran í New York. Þá var hann einmitt að hæla Sanders fyrir það að vera á sínu bandi í tollamálum. Þannig að ég
það mun ýmislegt breytast og það verður ekki jafn neikvæð afstaða gagnvart fullveldi ríkja. Ég held að krafan innlima Kanada og Grænland muni hugsanlega víkja, en ég óttast að þessi viðskiptastefna að hún muni halda áfram. Ég held að við ekki að hafa það að leiðarljósi að velja skásta hrekkjusvínið til að vera með. Við eigum að reyna að stuðla að gerbreyttri heimsmynd og það gerist ekki nema með því móti að almenningur rísi upp gegn þessum öflum. Já, ég held að við eigum bara að standa með þeim sem standa næst okkar hugsjónum. Og hver eru það? Er það Merkel og Macron og það eru þjóðirnar í Evrópu, já. Nei, það er þjóðirnar í Evrópu, en ekki valdaklíkunar. Já, það eru þjóðirnar í Evrópu sem velja sér í frjálsum kosningum forstumenn. Hefur ekki að skrúa fyrir núna? Jú. Þetta var alveg frábært, Árni Jónasson og Þorsteinn Pálsson. Þakka ykkur mikið vel fyrir komuna. Takk. Og svo ætlum við bræður að spjalla þessu eftir.